Rannsóknarsviðið mitt fyrst og fremst að rannsaka íþróttir, heilsu og lífsstíl og velferð barna og ungmenna. Stærsta rannsóknarverkefni okkar köllum við heilsuhegðun ungra Íslendinga. Í því verkefni erum við að skoða heilsufar, líðan og fjölmarga aðra þætti sem tengjast heilsu hjá einstaklingum sem fæddir 1999. Við erum búin að skoða þessa einstaklinga þegar þeir voru 7 ára, 9 ára, 15 ára og 17 ára. Og þegar við skoðum núna fyrir 2 mánuðum síðan í 10. bekk þegar við voru 15 ára, þá komumst við að því að fjölmargir þættir sem var að heilsu hefur hrakað hjá þessum einstaklingum, bæði þrek, hreyfa sig minna, sofa verr og svo framvegis. Við skoðum þessa einstaklinga aftur 2017, þegar við vorum búin að vera 1 ár í framhaldsskóla og þá fundum við út að þessi þættir, þessi lífsstílsþættir, heilsufarsþættir, þeim hrakaði enn meir. En það sem mest áhugavert í þessum nýjustu gögnum að það eru utanaðkomandi þættir, hvaða skóla þau velja, hvernig skóla þau velja sem ákvarðar svolítið þessa þætti, heilsufarsþætti. Það að segja að það skiptir máli hvort þú velur framhaldsskóla, fjölbrautaskóla eða bekkjarskóla. Langtíma rannsóknir eru þeim gæðum búnar að það geta sagt til ákveðnar breytingar og þróun sem á sér stað hjá einstaklingum og þannig getum við gefið til kynna hvaða aðgerðir áætlanir við eigum að setja inn til að bregðast við breyttu ástandi.